gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin á kvöldvöku hjá meistaradeildinni sem nafn sem að þessir 5 fræknu frambjóðendur hafa tekið sér, enda hafa þau sýnt alveg stórkostlegan baráttu anda í þessari kosningabaráttu. Þegar þeim ekki boðið í partí þá halda þau bara miklu betra partí sjálf. Og við erum svo heppin. Við erum svo heppin að fá að vera þáttakendur í því í kvöld. Velkomin öll sem að hingað eru komin í Kolaportið og ég vil líka bjóða áhorfendur heima í stofu því að samstöðin sýnir beint frá fundinum. Og við ætlum að hafa þann háttinn á í kvöld að frambjóðendurnir ætla að halda hérna stutt framsögu erindi, stutt. 5 mínútur fá þau hvert, það er mjög hörð tímastjórnun því að ef maður ætlar að vera forseti þá verður maður nú að kunna á klukku. Eftir það munum við opna fyrir samtal við salinn og þá fáið þið að spyrja þau spjörunum úr og allt sem á ykkur brennur. Og svo ljúkum við þessu að sjálfsögðu eins og öllum góðum kvöldvökum með fjöldasöng. Ekki allir til í það? Heyriði, þá skulum við nú bara vinda okkur í þetta. Mér hefur verið sagt að hér að fara eftir stafrófsröð sem ég finnst nú reyndar bara afskaplega ólýðræðislegt því að fólk getur ekki dráðið því hvað það heitir eða hvar það lendir í stafrófinu. Fyrir utan það að þetta setur mig í mjög mikið vanda því að ég var ekki búin að raða þeim sjálf í stafrófsröðin. Ég ætla að sjá hvort að mér tekst þetta. Ég má nota aðra aðferð. Ef við ekki bara hafa stafrófsröð til að, ég má það, já. Ég ætla að byrja á stafrófsröðina að ég held ég sé með þetta, kannski bara til að sýna það að ég kunni að raða í stafrófsröð. Þá held ég að Ásdís Rán sé svo fyrsta sem að stígur hér fram. Ásdís, þetta ekki rétt hjá mér? Góða kvöldið. Þetta fellega óþægilegt að vera alltaf fyrstur, en nú ég komin í gýrin út að ég býst alltaf við því að vera fyrst, Þannig að maður orðin svona smá vanur þessu. Þetta, þú veist, ég svo heiðarleg, ég segi yfirleitt þegar spurningarna koma úr salnum, það bara, ætlar þú að nýta málskotsréttin? Og ég bara, já, ég geri það ef það er mikil óánægja meðal þjóðarinnar. Svo kemur næsti. Og þá koma bara svona 5 mínútna, 10 mínútna og svo 15 mínútna svör og ég er alltaf alveg. Og svo svara þau aldrei spurningunum. Þau bara tala í 5-10 mínútur meðan ég bara nota 30 sekúndur og svara spurningunni. Þá tala þau stanslaust og þetta snýst það í pólitík. Það er að svara aldrei spurningunni. Hver er bestur í að svara ekki spurningu? Það er bara svoleiðis. Er það ekki? Ásdís Rán heiti ég, búin að vera þekkt sem kyntákn síðustu vikur og athafnakona og viðskiptakona og ég tek að mér að hrista aðeins upp í fólkinu áður en að þau byrja með svona einhverja pólitíska þvælu. Þannig að ég, þú veist, pæli í því hvað væri cool ef forsetinn væri kyntákn og ekki bara kyntákn, heldur líka þyrluflugmaður. Þú veist, við erum að tala það að það myndi vekja heims athygli, það er því bara klikkað. Og ekki bara það að, þú veist, ef það ætti einhver að fara að semja fyrir frið á Íslandi, þá var ég langbest í því. Ég myndi taka Putin, ég myndi rúla honum upp á 10 mínútum, meðan Ástþór er búin að reyna núna í 20 ár. Og ég myndi líka, Trump er svo hrifinn af mér að hann myndi koma til Íslands, hann verður forseti fljótlega,
og þú veist, við myndum lendi því að Putin væri komið með annað heimili á Íslandi og Trump líka og þeir myndu verða góði vinir á endanum og það er þið bara mér að þakka. Er það ekki? Já. En hérna, svo ég ger nú aðeins meira að grína þeim, að hérna, það er náttúrulega sérst alveg mjög vel hver er flottusti forsetinn af okkur öllum. Það fer ekkert á milli mála og ég hef eytt mínum tíma að mestu erlendis síðustu 20 árin og er mikið umkringt svona hefðarfólki og pólitíkusum og hérna alls konar svona fínu liði. Og ef þið myndi vita hvernig þetta er í raunveruleikunum erlendis á þessu markaði, hvernig forsetarnir eru, það var það ekki þau, það var ég, definitely. Og ef ég myndi taka einhvern af hinum frambjóðandunum með mér í svona tignalegt partí í New York eða einhver staðar á fínu stað, þá mögulega myndi fólk halda til dæmis Katrín væri aðstofkona mín. Baldur geti verið klippari minn eða hárgreiðslumaðurinn. Arnar væri pottþétt svona eins og bílstjórinn, hann er svona alveg típiskur bílstjóri í útliti. Ég veit ekki hvað þið, ég ætla að leyfa ykkur að slaka á. Þau myndi allavega vera að sinna einhverjum þörfum fyrir mig, það er ekki séns að einhver myndi halda að þau væri forsetar. En hérna, já, ég hérna bara þakka fyrir stuðningin sem ég hef fengið hérna á þessari vegferð minni. Ég er ekki neitt rosalega pólitísk þannig að ég ætla bara að leyfa þeim að sjá það. Ég er hins vegar flottur forseti. Það er rosalega hérna röng sýn á forsetastarfinu. Þetta er engin geimvísindi. Það er bara svoleiðis. Hann Guðni, hann eyðir 99% af sínum tíma í að fara í veislur, halda veislur og koma fram í veislum. Og svo er hitt 1% þar að taka erfiðar ákvarðanir og þá eru 50 manns sem koma að forsetaembættinu sem aðstofa við þær. Þannig að þetta er engin geimvísindi, þú veist, ég er þið langbest í þessu starfi. Þið vitið það að bara gleði og smá hlátur er besta lyfið fyrir okkur Íslendinga í þessu skammdegi og leiðanda veðri og pólitíska umhverfi. Þannig að við verðum að hafa svolítið gaman að þessu og forsetakosningunum líka. Bara takk fyrir. Ég skil núna akkur hún er fyrst í stafrófsröðinni. En þá er það Ástór. Ég bara þykjast kunni ekki stafrófið. Ég veit að þú ert næstur. Ástór Magnússon, gjörðu svo vel. Ja, góðu kvöldið og gaman að sjá okkur svona mörg hérna, Kólaportinu. Við höfum nú ekki mjög stóra væntingar, þannig að þetta er mjög ánægilegt. Það er auðvitað leiðinlegt að aðdragandinn að þessum fundi skuli vera það að fjölmiðlar séu ekki að standa sig í stykkinu og séu að skipta upp frambjóðendum í einhverja flokka eftir einhverjum könnunum sem enginn veit hvort eru réttar og frá fyrirtækjum sem er að tengjast sumum frambjóðenda. Þannig að þetta er náttúrulega bara spillingin algjörlega í hnotskurn. Ég minnist þess að það kom hérna mjög merkur prófessor í friðamálum fyrir allnokkrum árum og hann fór í Kastljós að kynna stefnumálið að virkja Bessastaði til friðar og lýðræðisþróunar og var að tala okkar hugmyndafræði. Þetta var heimsþekktur maður, skólastjóri í Friðarháskóla í Evrópu og það er tekið með Kastljós viðtal og ég var vitni að því og þetta var langt við alveg fullt Kastljós og svo kom útsendingin. Þá var búið að klippa þannig í örfáa mínútur, þá var búið að taka allt í burtu þar sem hann talaði hvernig við getum virkjað forsetaembætti íslenska, allt þá baráttu sem ég hef staðið fyrir öll þessi ár var klippt út. Og hann var svo hneykslaður þessi maður að hann skrifaði grein sem var birt í Morgunblaðinu og líkti þessu við því sem gerðist í einræðisríkinu
undir Slobodan Milošević, þegar að friðarsinnið þar fór í forsetaframboð, að þá varu fjölmiðlar nýttir gegn þeim manni til að kveða niður boðskapinn. Hér hefur verið notað allskins áróður gegn mér í gegnum árin. Á tímabili var yfir 20.000 nýskrifum mig á netinu. Það eru slíkar draugasögur sem hafa gengið mig hérna að ég ætlaði aldrei að trúa því. Fyrsta draugasagan sem að ég heyrði, eða legasagan, var mér tjáð að hefði verið dreift frá einum ágæta forsetaframbjóðanda sem síðan var forseti fyrir 28 árum. Það var þegar ég kom í útvarpsviðtal á aðalstöðunni hérna inn í miðbæ og þá hefur verið að segja, heyrðu, það hefur verið að segja öllum að þú sért í vopnaflutningi. Vopnaflutningi. Og hérna, já, og það hefur verið að dreifa þessu frá þessari ágætu kostingaskristu á Hverfisgötu. Ég ætla ekki að fara að nefna henni upp hérna, þið viti náttúrulega alveg um hvað ég er að tala. Og þetta fannst mér mjög merkilegt og svo var það þannig að ég ætla nú ekki að trúa þessu að frambjóðandi sjálfur kæmi eitthvað nálægt þessu, en þá hitti ég mann sem hafi verið í erlendum þingmannasamtökum á ráðstefnu hjá Sameinuðu þjóðunum. Ég fór stundu þangað og tók þátt í alls konar ráðstefnum, fór mánaðarlega til New York og á fundi. Ég var í svo kallu Communications Committee for the United Nations og þá segir mér ágætur maður við mig, heyrðu, það hefur verið að segja þetta þegar þú tengist einhvern vopnaflutningum og það er þessi Íslendingur sem er að segja það sem var með mér í þingmannasamtökum. Og þá var sagan komin þarna allan hringinn, þá var það frambjóðandi sjálfur sem það verið að dreifa. Þetta er bara lýsingu dæmi, þetta er svo gróft og ógeðslegt dæmi því ég hef nú haft nokkuð tíman átt byssu, ekki eins og haldið á byssu og hvað þá flutt byssur eða vopn. En það aldrei átt neina flugvélar nema bara litlar vélar og þú flytur auðvitað engin vopn í slíkum flugvélum. Þannig að þetta er slík fjarstæða. Ég er bara að segja ykkur þetta vegna þess að afskrammingin á sannleikanum hefur verið svo mikið í þessu og í þessu eru í baráttu núna. Fjölmiðlar hafa verið að spyrja mig hvernig er þessi baráttu núna? Er þetta eins og áður? Og því ég hef náttúrulega gert þetta mörgu sinnum. Byrjaði fyrir 28 árum og ef eitthvað þá er þetta bara versnað. Kannski umræðan aðeins á netinu lagast hugsanlega vegna þess að þá vorum við að eiga svo mikið við svona nafnlaus ummæli og nafnlaus skrif á netinu. Það er nú meira að þetta sé undir nafni í dag, þannig að menn hafa kannski aðeins heimil á sér. En þetta er eitt af meinunum, eitt af krabbameinunum í íslensku þjóðfélagi. Það er þessi þjóðfélagsumræða og sora kjaftarnir sem eru þar á lyklaborðinu. Að það þarf að hreinsa þetta upp og við þurfum að sýna hvort öðru meiri kærleika og tala sannleikanum samkvæmt, ekki vera með svona lygafleipur náungan. Og ég hef nú heyrt að það sé ykkur slík fiskisaga einmitt í gangi núverandi forseta. Ég veit ekki hvort að það er satt eða rétt en mér finnst það heldur ekki koma hans starfi við og þetta er mér finnst miður að íslenskt þjóðfélag sé á þessu level og þetta finnst mér að við þurfum að laga. Hvað var það stjórnskipan landsins? Ég finnst svona leiðilegt að ég þurfi að tala smá pólitík, en ég ástísi ráðum fyrst að náttúrulega alveg hræðilega leiðilegt. En sko, hún verður náttúrulega alveg örugglega varaforseti. Ef ég verð kjörinn forseti þá hef ég hana með því að hún verður náttúrulega veislustjórinn. Þannig að hún getur þá séð auðvitað klappa Putin og Trump fyrir mig. En ég skal setjast með þeim svo í morgunmatinn og tala alvöru pólitík. Og hvernig við leysum úr þessum málum, eins og til dæmis ef við tökum bara Úkraínudeiluna, þá tel ég að það sé tiltölulega einfalt að leysa úr henni því að við höfum fyrirmynd. Fyrirmyndin sem við höfum er frá 1648 þegar Sviss átti styrjöld, þá var það leyst með svokölluðu sambandslýðveldi. Það er svolítið svipað á Bandaríkin, þar sem eru mismunandi ríki, fólkið er með sjálfstjórn í ríkjunum og þetta er svona svipað í Sviss, það eru kantónur, það eru með sjálfstjórn og svona var þetta leyst. Fólkið í landinu fékk völdin og það er það sem þarf að gerast eins og í Úkraínu að mínu viti. Fólkið þarf að fá völdin sjálft. Það er ekki hægt að stjórnvöld eins og í Kíev sé að ráðskast með völd fyrir fólk, til dæmis af rússneskum uppröðu ykkur hér sem vill ekki vera undir þeirri stjórn að fullu leyti. Það þarf að færa fólkinu beinna lýðræði,
og þetta hægt að gera. Ég tel það algjörlega óraunhæf að hugmynd og raunverulega galið hvernig íslenski ráðamenn hafa verið að styðja þennan stríðsrekstur í Úkraínu og raunverulega hella olíu á bálið. Þetta stríð byrjaði bara alls ekki 2022, þetta byrjaði miklu fyrr. Það var þarna uppreist 2014 og það var að undirlægi bandarísku leyniþjónustur tala margir þeir hafi dælt þarna $5 milljörðum í alls konar fjölmiðla styrki og svoleiðis til þess að æsa upp til uppreistans og var þessi uppreist og þetta snerist þá svolítið það hvort að Úkraína ætti að fara í Evrópusambandið ekki. Hvernig flytist ykkur á það? Það væri mætt eitthvað fólk hérna niður í bæ og myndi bara gera uppreist en þið viljið ekki inn í Evrópusambandið. Svona ákvarðanir á að taka á lýðræðislegum hætti, það ekki að gera með vopnum uppreistum. En það hefur þetta svo leitt til þessa ófriðar og það alltaf verið að tala um einhvern brjálaðan mann í Moskvu, einhvern geðveikan einræðisherra. Ég viðurkenni alveg að maðurinn ekki mjög til fyrirmyndar í mörgu sem hann gerir, en þetta bara ekki raunverulega ástæðan fyrir þessari styrjöld og við þurfum að hafa hugrekkið og þekkinguna til þess að skoða bak við tjöldin hvað gerðist þarna. Þá getum við leyst úr því og við getum leyst úr þessari styrjöld með þessum hætti. Ég ætla að tala aðeins fyrir ekki, nei, já, ok. Aðeins Mið-Austurlönd líka, því að það mjög mikið í huga fólks eins og það sem að gerast í Palestínu. Ég þekki nú ágætlega til í Palestínu og Ísrael að verið þar og hérna, ég tel til dæmis að menn tala þar 2 ríkja lausn. Það ekki raunhæft í dag að vera með 2 ríkja lausn í 2 landsvæðum. Það þarf að skoða nýja hugmyndafræði þar. Þar höfum við hjá Friði 2000 verið að vinna með eitthvað sem við köllum Alþingi í Jerúsalem og það svona svolítið byggt á hugmyndafræðinni sem gerðist hérna árið 1000 á Þingvöllum þar sem að menn náðu sáttum trúmál en sýndu umburðarlyndi sem tóku kristni, sýndu umburðarlyndi fyrir öðrum trúarbrögðum og svipa þarf að gera þarna niður frá vegna þess að það búið að skera landið svo mikið í sundum með svo miklu múrum. Þú getur ekkit komið á friði þarna með múrum. Þú þarft að koma á friði í hjörtum fólksins og það þarf að gera með lýðræðisumbótum þarna og algjörlega nýrri hugmyndafræði og ég býð mig fram í það verk. Það í rauninni í dag þannig að það bara 2 á kjörseðlinum. Það stríð eða friður. Það bara 1 friðarframboð. Ef að þið kjósið eitthvað annað en mig, þá þið að lýsa því yfir að þið gefið skít í friðarmálin. Ykkur alveg sama þó við höldum áfram að kaupa vopn. Það eru skilaboðin sem eru sendið stjórnvalda með því að hafna friðarframboði. En svo skori ég á að koma með ögrandi spurningar á mig, ég gaman að því. Leiðilegt að stoppa af svona ástriðu fullan ræðumann. Helga, má bjóða þér að, ég ætla að biðja að standa hérna með, þá þetta að hækka aðeins nefnilega í græjanum, svo allir heyri nú almennilega. Helga Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Það alltaf mikil birta hérna, jæja. Hefði stíg 1 skötu vinstri að hlýtur við lagi. Komið sæl og blessuð, frábært að sjá okkur svona mörg og það einmitt þetta, sko, af hverju erum við hérna í kvöld? Jú, það vegna þess að það eru 12 löglegir frambjóðendur til forseta en við höfum fengið takmarkað rými í fjölmiðlunum, þannig að úrvarð þessi frábæra meistaradeild hérna. Þannig að hérna, þetta svona eitthvað sem það gerist þegar maður fylgir sínu hjarta og það hefur verið alveg þvílíkt að fá að kynnast þessum flottu einstaklingu sem eru hérna hver með sinn frábæra bakgrunn og ég get bara sagt ykkur að það alveg ljóst að enginn veit sína ævi fyrir en öll ég eina af þeim sem búin að vera lokuð inn á skrifstofu í 29 ár, það svo mikil einhvern veginn já eða lækka á ég að halda áfram. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að bjóða mig fram var eiginlega bara þetta að mig skiptir gríðarlega miklu máli að það sé heiðarleiki og festa á Bessastöðum og þar sé einhver sem hlustar á sína þjóð.
Þannig að af því að ég menntuð sem lögfræðingur og búin að vera að sýsla í því í 29 ár og hef þannig mikla þekkingu á lögum landsins og líka þá staðreynd að ég algerlega ótengd öllum pólitískum öflum á þessu landi og öllum hagsmunahópum, þá fannst mér vera sjálfgefið að það væri eiginlega bara minn skylda að standa fram og bjóða minni þjóð, mína krafta og svo bara ákveður hún hvað hún vill og það er bara gott og blessað. En að því það hefur verið að tala að forsetinn hefur verið öryggisvendill og ég hef í mínu starfi hjá sérstaklega sem forstjóri persónuverndar sýnt það að ég bara búin að vera það ansi oft fyrir þjóðina. Við erum, sem sagt, og ég ekki einn þarna hjá persónuvernd, það gott fólk með mér, að við erum búin að stíga niður fæti og stoppa stjórnvöld og fyrirtæki þegar þau hafa verið að fara ekki nógu vel með heilbrigðisupplýsingar ykkar landsmanna. Og við höfum líka þurft að stoppa fjárhagsupplýsingastofur sem að hafa nýtt sér fjárhagsupplýsingarnar ykkar. Ef að til dæmis ykkar lenti í því að vera flett of oft upp hjá Kreditinfo, til dæmis 10-15 sinnum og svo ætluðu þið að fá ykkur lán í banka viku seinna, að þá voru það þurfa að lendi því að fá lægra lán heldur en ella, einmitt af því að það var búið að fletta ykkur upp. Og þarna steig persónan inn í og stoppaði það og sektaði fyrir það vegna þess að þetta var mjög alvarlegt brot og að því að ég meina við þurfum öll að geta fengið lán fyrir bara nýju húsnæði eða hvað það sem við þurfum að fá lán fyrir, við þurfum að geta tekið þátt í þessu samfélagi. Og annan sem við stoppum að það var það og bara til þess að taka það fram að þetta var kannski ekki af illum hug en það sem gerðist var það að ansi mörg sveitarfélög fóru á stað með tækni smáforrit inn í kennslustofur grunnskólabarna hér. Reykjavík, fleiri sveitarfélög. Og það var sem sagt orðið þannig að börnin okkar gátu ekki farið óáreitt í kennslustofurna sínar af því að þar voru smáforrit sem gripu þau og gripu dagbókarfærslur þeirra og sendu til Bandaríkjanna og eru farin að gera börnin okkar að markaðsöflum fyrir stór fyrirtæki í Bandaríkjunum. Þetta brot á persónuverndarlögunum, þetta mátti ekki. Við stigum inn, stoppuðum þetta með svo kölluðu SISO-máli hjá okkur og svo var annar mál sem heitir Google Chromebook og það voru fleiri sveitarfélög sem þar voru og fyrir þetta fengum við bara ekkert meira minna en allt skólasamfélag á Íslandi á móti okkur og það var sagt, persónuvernd alltaf að banna allt og persónuvernd vil bara hafa blað og blýant í skólastofunum. Það er náttúrulega ekki rétt. Þannig ég bara segi ykkur sem dæmi það ef þið viljið að forsetinn sé öryggisvendill og gerir það sem þarf að gera með íslenska þjóð í huga og ekkert annað, þá fólk þarna úti í samfélaginu sem búið að gera nákvæmlega þetta fyrir ykkur. Og ég ein af þeim og það er svona steigi fram fyrir ykkur. Ég líka búin að halda fullt af erlendur ráðstöfnum hér heima og ég farið allan heim sem fulltrú Íslands, þannig að ég get leyft mér að tekka í það box, svo tala ég ensku, frönsku og dönsku. Þannig að ég líka þekkt fyrir hóvar, þannig að trúum mér að standa hér og segja ég get þetta og ég get hitt. Það er ekki það auðveldast í lífinu en maður það bara að koma sér í þá ás sem maður kemur sér í og nú maður svona pildi í henni meðri og já, þannig að þetta eiginlega kannski bara málið og vilja bara alltaf besta fyrir Íslands samfélag vegna þess að þegar maður vinnur sem lögfræðingur í opinbera geiranum, það er svona eins og að vera sjúkrahúslæknir, þú ert ekki að græða rosalega mikið af því. Systir mín í hópnum 10 árum eldri en ég og ennþá taka næturvaktir sko. Þannig að þetta er bara fólki sem ég þekki að brenna fyrir Íslands samfélag og já, og ég get bara sagt ykkur það að þetta er bara mesta ævintýri sem ég hef farið í. Ég búin að vera, sagði einhvers staðar að ég búin að vera svona pildi eins og kýrnar að voru sko, við búin inni lókuð 29 ár og maður bara þarf að fara út og hitta ykkur hefur bara verið alveg stórkostlegt bæði hér og út all land og þvílíkar tengingar og þvílík vegferð sko og pluss eins ég segi bara syngja með ástúri og í græna, hvað heitir þetta, græni hatturinn og Akureyri, ég bjóst ekki við því fyrir 3 mánuðum síðan en það þannig að þetta er bara búið að vera gaman og auðvitað held ég að ég tali fyrir hönd okkur allra að það hefði nú verið gaman að ná smá flugi í þessum íslensku skoðanakönnunum en það eru kannski bara rannsóknarefni út af fyrir sig en hér eru við og bara af heilum hug og hjarta og bara takk fyrir komuna, ég hlakka til að fá frábæra spurningar frá okkur og aftur takk fyrir mig. Takk Helga. Jæja, þá er það Steinunn Ólína. Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel.
Takk og komið sæl og mikið óskaplega gleðið mig að svona margir sáu sér fært að koma. Og ég vil fyrst segja þetta ágæta fólk sem hér með mér að við eigum það öll sameiginlegt að eiga okkur sjálf sem nú töluverðs virði í okkar samfélagi. Og það nú þannig að þeir sem hafa breytt heiminum til hins betra hafa ekki verið búnir til á markaðsskrifstofum eða skreyttir peningum auðmanna. Vinnan fer fram á gólfinu og hér eru við öll fólk sem tilbúið af ástríðu til þess að vinna þjóð og landi gagn. Ég ætlaði að skrifa ræðu í dag en svo var ég svo hugsi eftir að við hittumst öll hérna á Hafnarbakkanum í boði Morgunblaðsins sem hefur nú hunsað framboð okkar allra og gott betur vegna þess að Morgunblaðið bauð efstu sætunum samkvæmt skoðanakönnunum á stærstu staðinn á landinu og hélt fyrir þau framboðsfundi og ég hugsaði í dag þar sem að við vorum að flaka fisk í einhverju fáránlegri keppni, hvað djöfulinn erum við að gera hérna. Og þannig þetta samfélag. Það eru bara ekki allir boðnir og það vitum við sem búum hér í þessu samfélagi. Þetta samfélag rekið af stjórnvöldum sem bara að skara eld að köku þeirra sem eiga og ráða í þessu samfélagi. Og þjóðin orðin á því langþreytt. Og ég var í mestum akindum áramótin, mjög ánægð í Þjóðleikhúsinu að leika og aldrei verið svona hamingjusum í vinnunni. Þegar að Guðni segir af sér og fólk sem ég þekki út á landi og þekki ekki, fór að hafa við mig samband og beðið mig að opna augun og sjá hvað væri í gangi og ég hafði ekki verið að hugsa mikið pólitík í langan tíma. Ég hef skrifað samfélagsmál í meir en 20 ár og látið mig þjóðmálin varða eins og margir vita. En mér var bent á ákveðna hluti sem væri í bígerð og væru undir núna. Á meðan að ríkisstjórnin var að hreykir sér af því að hafa staðið sér svo vel í COVID, var setið á svikráðum það að selja undan okkur landið. Auðlindirnar og orkuna, vatnið og bara allt sem fyrir ver. Það verið að undirbúa bútasölu á Íslandi, landinu okkar og arðurinn af þeirri sölu ekki hugsaður til þess að reka hér velferðarsamfélag nema síður sé. Og þetta afskaplega alvarlegt mál. Og því hef ég frá því að ég bauð mig fram bent á þá hróplegu staðreynd að það eiginlega algjörlega ómögulegt að fyrrverandi forsætisráðherra geti sest í stól forseta nú vegna þess að þessi svikafrumvörp við þjóðina eru úr hennar eigin penna. Og fyrir að segja þetta upphátt hef ég verið skömmuð en það verður bara að hafa það. Því svona þetta og þetta alveg grafalegt mál. Og þess vegna hef ég líka sagt það að þessar forsetakosningar eru þær pólitískustu kosningar í manna minnum því nú allt undir. Og það ekki svo að það sé bara eðlilegt að fyrir forsætisráðherra setjist í embætti forseta. Ólafur Ragnar var reyndar þingmaður en í þinginu lá ekki fyrir nein frumvörp úr hans penna, engin viðlíka skaðsemis frumvörp sem varða sjálfstæði okkar og framtíð komandi kynslóða hér til sjálfsbjargar. Ólafur Ragnar í fyrstu skoðanakönnunum hlaut Ólafur Ragnar 63% fylgi þjóðarinnar sem töluvert annað en smánalegt 15 fylgi fyrrverandi forsætisráðherra. Og það nú þannig að þjóðin samkvæmt skoðanakönnunum ekki búin að finna sinn forseta og engin frambjóðandana hefur yfirgnæfandi meirihluta og það lýsir óánægju ekki með frambjóðandana, það lýsir þeirri óánægju sem ríkir í okkar samfélagi vegna þeirrar vaxandi misskiptingu sem hefur átt sér stað á síðustu 8 árum í ríkisstjórn bæði Katrínar og nú Bjarna. Og þar sem að hvert einasta kosningaloforð hefur verið svikið og svo ég vitni nú enn einu sinni og haldi áfram eineltinu á hana Katrínu. Hún sagði þegar hún var forsætisráðherra, sá sem þarf að bíða eftir réttlætinu hefur verið svikin réttlætið. Það nú þannig að aldraðir og öryrkjar í okkar landi, þeir bíða ennþá eftir réttlætinu.
og ýmsar stéttir eru það í þjóðfélaginu sem finna það greinilega að þær eru ekki með. Húsnæðisvandinn hefur aldrei verið verri, lánaumhverfi er ekkert fyrir venjulegt fólk, það er bara fyrir fyrirtæki og þá sem eiga nóga peningum, það vitum við. Og raunverulega er það þannig að stjórnmálin eru bara að sinna þeim sem eiga og ráða í okkar samfélagi. Því haldið fram að fjölmiðlum að þetta embætti sé ekki pólitískt. Ég hafna þeirri staðreynd. Þetta embætti er hápólitískt vegna þess að forseti er á ögurstundu eða í aðstæðum eins og núna eru upp í okkar samfélagi það embætti sem skiptir mestu máli fyrir þjóðina. Og forseti er stjórnmálamaður þjóðarinnar. Hann er sá eini sem fylgir ekki eigin sannfæringu, hann fylgir sannfæringu þjóðar. Og það er ömurlegt til þess að vita að sá ríki þjóðarvilji sem er á Íslandi fyrir því að binda í okkar stjórnarskrá auðlinda ákvæði sem vernda landið okkar og eignir okkar til frambúðar, að það sé ekki búið að koma því í kring og þau sýndar framkvæmdir og tillögur að breytingu á stjórnarskrá sem hafa verið gerðar í tíð síðustu ríkisstjórnar hafa ekki orðið til nokkur skapaða hluta vegna þess að það var verið að undirbúa þessa fíneríi sölu sem nú stendur fyrir dyrum og við höfum séð aðeins byrjunina á með þessu lagareldisfrumvarpi sem er náttúrulega þvílík hrákasmíð og ég verð að biðja ykkur að taka eitt kvöld í að lesa þetta vegna þess að í fyrsta lagi er það svo hræðilega illa skrifað og að það er varla fyrir hvítan kött að komast í gegnum það. En svo í annan stað er það að þið skoðið þetta mál inn í samráðsgáttinni þá sjáið þið að öll náttúruverndarsamtök landsins eru gargandi og landvernd og lýsa því yfir hvers konar óhæfa þetta plagg er sem vegur að lífríki þjóðarinnar gerir ráð fyrir því að vera með þrautpínd dýr í fegurstu fjörðum landsins, fjörðunum okkar sem eru kallaðir sóttvarnarhólf. Bara skammist þetta fólk sín fyrir að kalla landið okkar þessum nöfnum. Þess vegna hef ég boðið mig fram. Vegna þess að núna þarf baráttujaxl í þetta embætti. Núna þarf mannesku sem er ekki hrædd við þá sem eiga og ráða í þessu samfélagi. Mannesku sem er tilbúin að hlusta á þann ríka þjóðarvilja sem er fyrir hendi. Þjóðin sem hefur sagt að hún þoli ekki þessa ríkisstjórn, að hún vilji auðlindirnar inn í stjórnarskrána og þjóðin getur nýtt sinn forseta sem hefur ekkert frumkvæðisvald á bara að hlýða vilja ykkar. Og hann getur með athafnaleysi hafnað þessum frumvörpum, þessum hræðilegu frumvörpum, bútasölu, útsölu frumvörpum og gjafakvóta frumvörpum í orku og auðlindamálunum. Hann getur hafnað þeim vegna þess að þjóðin hefur sagt að hún vilji ekki að þetta verði selt og gefið frá okkur. En líka, ég ætla að benda ykkur á það, að þjóðin getur líka hreinlega af því að hún hefur lýst því yfir í skoðanakönnunum að hún vilji ekki þessa ríkisstjórn og hún vilji ekki Bjarna Benediktsson í embætti forsætisráðherra sem Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir í gær í sjónvarpsviðtali á RÚV hélt fram að hann hefði verið kosinn. Hann var aldrei kosinn sem forsætisráðherra, hann Bjarni Benediktsson. Aldrei. Þjóðin hefði aldrei kosið þann mann í embætti forsætisráðherra eftir allt það sem á undan er gengið. Og þess vegna vil ég benda ykkur á það að þið getið núna, ef kjarkurinn er fyrir hendi, þá getið þið beðið ykkar næsta forseta, hver sem hann verður, að skrifa bara ekki undir nein lög frá þessari ríkisstjórn. Og þá gerist það að ríkisstjórnin fer að ókyrrast og hún verður reið og hún verður pirruð í svolítinn tíma. En erum við ekki búin að vera reið og pirruð núna í 8 ár? Og þá verður stjórnin að hrökklast frá nú eða að stjórnin getur beðið þingið og þarf til þess 3/4 hluta til þess að lýsa yfir vantrausti á forseta. En ef að þjóðin hefur nú beðið forseta að losa sig við ríkisstjórnina og kalla þeir til þjóðaratkvæðagreiðslu, þá vonandi yrði forseti valinn og stjórnin þar með fallin. Og þá gætum við byrjað að halda áfram með það sem við byrjuðum á í búsáhaldabyltingunni. Vegna þess að þeirri vinnu er ekki lokið. Því er ennþá logið út í heimi á tyllidögum að við höfum gengið svo vel frá bankstörunum okkar, komið þeim á bak við lás og slá og gert upptækar eigur ykkar. Við vitum öll að þetta er ekki satt. Við vitum öll
að ennþá haldar sömu fjölskyldurnar, sömu hagsmunaöflun taumana í okkar landi, leynt og ljóst. Og ég ætla að segja ykkur eitt vegna þess að ég hafði hvorki fjármunin, ég getu til að fara út allt land og halda einhverja skrautsýningar sjálfa mig. Mér datt það bara ekki í hug, mér fannst það bara algjörlega fáránleg hugmynd. Hins vegar reyndi ég að fara þangað sem ég gat farið. Ég talaði við fólk víð land, stundum í síma, fólk sem upplýst sitt samfélag. Og það sem ég hef mestar áhyggjur af það að hvert sem ég fer, og sérstaklega þar sem að ungt fólk, skapandi ungt fólk sem langar til að gera hluti, langar til að vinna með grænar lausnir vegna þess að unga fólkið okkar miklu meðvitaðar mikilvægi náttúrunnar og þeim þykir svo vænt landið okkar að þau koma alls staðar að lokuðum dyrum vegna þess að það búið að rigga þessu öllu, það búið að ákveða þetta allt, landið kring, hvernig þetta á að vera, múta fólki í sveitarstjórnum og bæjarstjórnum, landið kring, svo það sé hægt að koma því þannig fyrir að allt verði hér selt á útsöluprís á þess að við njótum góðs af. Mig dreymir það að þjóðin hafi kjarkinn til að velja sér forseta sem tilbúin að taka slaginn með þeim hvað sem það kostar. Þó það kosti augnabliks stjórnarkreppu. Ég lít svo á að það hafi verið stjórnarkreppa hér í þessu landi í 8 ár, þar sem hvert einasta kosningaloforð hefur verið svikið. Og það væri minn draumur að fá Bjarna Benediktsson inn á skrifstofu forseta og segja við hann eins og ugla í atómstöðinni: Jæja Bjarni minn, hvernig gengur þér að selja landið? Nú hættu við því. Þú ert rekinn. Takk fyrir. Já, ég held að sé nokkuð ljóst að byltingin hafin. Þá það hann Viktor Traustason sem að kemur hérna. Hvernig finnst þér að vera síðastur í stafrófsröðinni? Það ekki bara ágætt? Nei. Ég man aldrei hlutina sem ég ætla að segja, þannig að ég með þetta svona skrifa niður. Gott kvöld. Dobry wieczór, ég held að það sé pólska. Svati kapp, ég held að það sé tælenska. Spyr hvernig að vera síðastur í stafrófsröðinni. Þá hef ég oft tíma til þess að ákveða hvað ég ætla að segja meðan að aðrir að halda ræður og rissa það svona niður á blaðið as I go. En ég ætla að byrja að skila kveðju frá Eiríki, hann komst í miður ekki, en hefði viljað hafa hann með okkur. Stutt kynning á mér, ég heiti Viktor Traustason, ég má löglega kalla mig forsetaframbjóðanda og ég get farið í brú. Ég get klætt mig í sokka standandi á einum fæti og ég komist á því að ef maður í neyð að þá hægt að nota handspritt sem svitalegt eði. Markmiðið mitt í upphafi var fyrst og fremst að reyna að hafa áhrif á umræðuna. Þess vegna bjó ég til ákveðin stefnumál sem ég fannst vanta þegar kemur að því að tala forsætisembættið. Það fyrsta slagorðið mitt var að hafa enga þingmenn sem ráðherra. Og þegar ég mætti í fyrstu kappræðurnar á RÚV þá fannst mér eins og að allir aðrir væru með svona PR-lið á bakvið sig sem vissu hvað ég var að gera og þá var strax allir byrjar að tala eins og þetta væri eitthvað sem skipti máli sem enginn var að tala fyrir hálfu ári áður. Og spurningarnar hjá RÚV voru líka farnar að snúast þetta, þannig ég hugsaði, ég strax búin að vinna. Málefni númer 2 var að fylgja ráðleggingum stjórnlagaráðs hvað var að málskotsréttin, 27. grein stjórnarskrárinnar, sem ef að forseti skrifar ekki til lög, þá faraði þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnlagaráð mælti með 10%, þannig ég hef bara alltaf frá upp að vera með skýra stefnu. Ef að 10% mótmæla að fá í þjóðaratkvæðagreiðslu, útkljúum bara málið og höldum áfram. Algjörlega óháð mínum geðþóttaákvörðunum eða mínum stjórnmálaskoðunum. Ég tók eftir því hjá RÚV að það voru allir sem að, mér fannst, ég ætla ekki að segja allir hafi verið að því, en ef við lendum í svona hlutum þá þarf ég að skoða það. Ef það var löglega dauðarefsingar þá myndi ég gera það en annars ekki. Síðan var ég að horfa á kappræðurnir hjá Stöð 2, það sem að mér var ekki einu sinni boðið. Viti menn, voru það ekki bara öll búin að stela stefnumálinu mínu.
þá fóru allir að tala já sko ef að 25.000 mótmæla að þá myndi ég sko skoða það. Þannig að sigur númer 2. Þriðja stefnumáli mitt að taka á týndu þingsætunum. Það sem sagt hópurinn af fólki sem að mætir á kjörstað, skilar sínu atkvæði, fær ekki fulltrú á Alþingi, sem gerir það verkum að það hægt að mynda meirihluta á Alþingi með stuðningi frá minnihluta kjósenda. Ef að það verður tekið í kappræðunum á RÚV og Stöð 2 og heimildin í dag, viti menn þá alla þarf ég að bjóða mig fram lengur. Vonum að það verður tekið. Ef ekki, bara hver svo sem verður kosinn, skora á næsta forseta að taka á því. Ég held að mér hafi líka tekist að hafa áhrif á umræðina hvað varðar skoðanakannanir, af því að þær hafa mikið snúist út á það að tala um einhvern svona ímyndaðan heim sem ekki til, sem að ef að það væri kosið í dag, hvern myndir þú kjósa, sem að raunveruleiki sem ekki til. Og ég hringdi í öll skoðanarkönnunarfyrirtækin og sagði, hafið engan áhuga á því að vita hvern fólk vill að sé forseti, ekki svona leikjafræðilega að sé að ef þessi kýs þetta, hvað ég þá að kjósa, bara, hver uppáhaldið þitt? Viti menn, viku seinna birtist frétt sem að snýst ekki út á Katrínu Jakobsdóttir eða Höllurhönd. Herðu, ekki bara Halla Tómasdóttir og Baldur, svo sem að flestir bara ánaði með. Það var aldrei talað um þetta. Allt í einu það kom í umræðina og herru, Steinunn Ólína, var hún þá ekki allt í einu bara komin í topp 6 yfir fólk sem að myndi vilja hana sem forseta. Og Helga, var hún ekki bara líka allt í einu komin í topp 6 yfir fólk sem að frambjóðendur sem að fólk hefur bara ekkert á móti því að sé forseti. Ég skal taka það fram, þessi könnun kom hörmulega út fyrir mig, en ég birt hana samt á mínum miðli, út af því að mér finnst það heiðarlegra heldur en að spyrja ímyndaða drauma heima sem ekki til, byggðir á einhverjum svona leikjafræðilegum ákvörðunum. Ég var að hugsa, ef að þeir sem að mælast hæst og sama hver vinnur, ef þið bara stela öllu stefnumálunum mínum, þá ég sáttur. Sigurinn í höfn. Ég ætla samt að segja að þau ekki saklaus hérna heldur, öll þjóvótt, og passa ykkur á því, eins og Steinunn, allt í raun. Hún farin að segja, hún sé óþekkasti frambjóðandinn. Halló. Ég var að tala um það, rúfa Eiríkur og Baldur, hvor sterkari, hver sterkasti frambjóðandinn? Ég bara, halló. Jón Gnarr, allt í einu hann eitthvað þykjast vera skemmtilegasti frambjóðandinn, og Ásdís, ekki bara tók hún frá mér að vera frambjóðandi Austfirðinga, heldur líka að vera kynþokkafyllsti frambjóðandi. En í upphafi þá byrjaði þetta bara svona sem slagorð, hvað með að hafa bara enga þingmenn sem ráðherra, að hafa þetta bara svona sitt hvort hlutverkið. Og sem ég segi, skiptir það máli? Ég veit það ekki, ef það skiptir ekki máli, þú veist, það gerist allan ekkert slæmt. Það virðist hver sem geta sinnt þessu hlutverki, fólk hoppar á einu embætti yfir í annað, þau ekki með neina reynslu, gerir þetta í 4 ár, svo kemur einhver nýr og það virðist vera að þetta sé ekkert það flókið. En gæti verið mikilvægt að forseti kannski víki ráðherrum í ákveðnu tilviki, sem bara veitið lausn og nú veit ég ekki, ég ætla að láta mér svona bara detta eitthvað í hug, ég ætla bara að skálda eitthvað á staðinum. Segjum svo að kannski ráðherra sé að þvo pening á Panama eða eitthvað þannig. Það kannski tilvík það sem að segir, jæja, heyrðu, hvað í gangi hér? Eða, ok, nú ætla ég bara að bulla. Segjum svo að ráðherra fari kannski að selja fjölskyldumeðlimum ríkiseignir. Og ég ekki að segja neitt af þess að hafa gerst í alvörunni. Þetta bara svona eitthvað svona sem ég láta mig detta í hug. Mögulega kaupa og selja vopn og senda í einhver átök út í heimi. En þú veist, eins og segja, þetta bara svona eitthvað sem ég að spinna á staðnum. Ég að vera búið með listamenn. Allavega, þetta svona hugmyndir sem að ég og félagarnir höfðum og það var aldrei planið að fara í framboð. Ég bjóst aldrei við að standa hérna. Það byrjar allt með því að maður
tekur blað eins og þetta, skrifar efst á það framboðslisti, nafn, kennitala, dagsetning. Við skrifum 6 undir, 2 barþjónar skrifa undir líka og fólki á næsta borði. Er komin 10. Bara 1490 viðbót. Og maður bara heldur áfram, 1 skrif í einu. Þannig að ég ætla bara að segja, þetta allt saman hægt og tækifærið núna. Takk fyrir mig. Jæja þá. Við erum bara komin í gegnum þennan flotta lista hérna. Getið mögulega einhvern veginn farið bara saman í forsetann. Ég held að það væri bara, það ekki? Ég sé salurinn vera að kjósa það. Þið náttúrulega, ég þarf ekkert að segja ykkur það en þið megið hreyfa ykkur og megið fara og ná ykkur í vatn og kaffi eða eitthvað annað og svona bara að gera hafa þetta svolítið frjálslegt. Nú ætlum við sérst að opna á samtal hérna við salinn. Mér langar að misnota aðstöðu mína og byrja á því að spyrja forsetaframbjóðendur nokkuð sem svona mitt hjartansmál. Þið bara afsakið það, þetta mjög nördalegt en hérna mér langar að spyrja ykkur af því að ég veit ekki hvort að fólk hugsaði þetta svona almennt en við Íslendingar við eigum bara 1 villt landspendir sem íslenska tófan og hún náttúrulega okkar eini sanni frumbyggi. Þetta var semst eina landspendiri sem var hér á Íslandi áður en að manneskjan kom og ég hefur svona, mér finnst tófan ekki alveg kannski hafa fengið þann sess sem hún á skilið og nú langar mig að spyrja frambjóðendur og ég ætla að byrja hérna, ég ætla að byrja á honum Viktori að ég ætla að fara núna öfuga stafrófsröð. Mér sagt að það sé svolítið sniðugt. Myndir þú sem forseti vilja beita því fyrir því að svona auka virðingu tófunar og jafnvel alfríðana? Ok. Fíla það. Feedback. Einhver sem að lagar það? Ok. Ég hugsaði strax, þau eru 5. Hóhó. Sitt ég og nálægt einhverju. Og ég standa bak við hann kannski. Þetta skára? Ekki að pröfa, 1, 2. 1, 2, pröfa. Halló. Ok, þetta skára? Eins og því, fílið í botn, hún var hérna undan okkur, þannig að ég er bara alveg sammála og hún á rétt og sinn sess í íslenskri náttúru. Hún augljóslega í jafnvægi við hana, eins og ég segi, hún var hérna undan okkur. Ég ætla bara að segja, þau eru 5 landspendirinn, hreindýr, lágfóta, minkur, mús og rotta og mér skilst að 7. séu kaninirnar í Elliðaárdalnum því að það eru víst lifa af veturinn. En sko öll hinn dýrin komu með mönnunum sko? Jú, en þetta eru vilt landspendýr en jú, eins og ég segi lágfóta var Við getum bara rifist þetta á eftir þegar þetta er búið. Ef við sláum 200 kall í klinki þá væri alveg töff að setja hann á hann. Ég held að þetta sé einn bara áhugaverðasta spurningin hingað til. Það hafa komið margar sko. Ég vissi ekki þessa staðrind, þannig að nú bara tekur lögfræðingur í mér aðeins við og segi ég þyrfti aðeins að fá að kynna mér þessi gögn og fá aðeins að skoða þetta allt saman. Nei, svona ángríns að þá bara frábært að varðveita allt sem að íslenskt er og þetta er greinilega jafnvel íslenskar en við erum, þannig að þetta er þið skoðað, gaumgæfilega. Takk. Nú, ég held þetta eftir að öfri stafrófsröðina. Ég er kannski búin að gleyma stafrófinu, ég veit ekki, eða einhver. En nei, þetta yrði ekki forgangsmál hjá mér sem forseta. Það sem yrði forgangsmál hjá mér sem forseta er að fríða íslensku þjóðina.
og það það að afstýra því að á okkur verði ráðist með kjarnorkuvopnum eða öðrum ófögnuði og Ísland verði land friðarins og Íslendingar verða friðarboðar á heimsvísu. Það mitt forgangsmál sem forseti. Og allir í tófubólum. Ég var svo lánsum að hitta, þegar ég var stelpa, Þórð á Dagverðará. Hann orti mér þess að til mín vísu sem ég því miður kann ekki utanbókar og búin að týna. En hann sagði mér sögur af einvígum sínum við tófuna. Og þannig að ég heyrði það frá fyrstu hendi frá einni frægustu rifaskittu landsins. Yrlingahóp hitti ég á Ströndum í fyrra. Þeir eru voða meinleysislegir, þeir eru litlir. Mér ekkert illa við tófuna og ef þú vilt að ég setja hana, prenta hana á bóli eða setja hana á bolla, þá get ég alveg orðið við óskuðinn það. Ég held að okkur eigi bara að þykja þau dýr sem eru hérna og mér þykir auðvitað vænt öll þau dýr sem eru hérna og laxinn, þó hann sé nú ekki spendýr, hann stórmerkilegt dýr sem var hérna auðvitað löngu undan okkur og okkur ber að passa hann. Takk. Já, ég var svo heppin í fyrra að bróðir minn færði mér eina tófu sem að fékk að búa hjá mér í smástund. Og ég hef verið talin mikill dýrakvíslari, ég mikill dýravinur og elska öll dýr. Og ég reyndi nú að ala hana í nokkra daga og var með hanska, þurfti að vera með hanska allir tíman og það gat enginn haldið á hann nema ég. Hún var svolítið grimm, sko. En svo kom svo vondlíkt að henni, ég þurfti að láta hana fara. En allavega þá myndi ég alveg örugglega, ég myndi friða tófur, ég myndi líka friða hreindýr, ég myndi friða bara allt sem ég gæti. Þannig að, já, takk fyrir. Jæja, nú viljum við bara endilega fá spurningar hér frá þessu góða fólki sem að hér mætt. Vill ekki einhver ríða á vaðið? Já, býtu, einn herramaður hérna fremst, fyrst. Sælverið og takk fyrir góðan fund. Ef að til var til skiptana 100 milljónir og þið mættu velja hópa, viðkvæma eða samtök til að skipta þessum 100 milljónum á milli, hvaða hópar myndu fá hversu mikið af þessum 100 milljónum frá ykkur? Þetta svona reikningsdæmi. Ekki Viktor hagfræðingurinn í teiminu? Viktor, sverða þú fyrir hópinn? Hann hagfræðingurinn í hópnum. Nei, ég ætla bara að segja, ég fekk styrk frá Nova Sirius daginn og ég sagði þeim að merkja kassan bara samhjálp og ringdi í samhjálp og sagði þeim að ættu sækja nammið fyrir mína hönd. Þetta rauðins, já, þetta náttúrulega að gera upp á milli þeirra sem að þurfa aðstoð, það eitthvað sem þarf að skoða gaumgæfilega. Það náttúrulega bara, við þurfum að styrkja þá sem að þurfa aðstoð og það ekki séns ég geti svara því nákvæmlega núna, en það náttúrulega bara líka að vera mannsamandi líf á Íslandi fyrir alla sem að þurfa að komast af og ég held að nú mann náttúrulega fann að kannski að tala eitthvað sem ekki alveg forsetaembættið, en eins og ég segi bara, ég veit ekki hvort að við séum öll stödd þar að við getum lifað mannsamandi lífi, þannig að það eitthvað sem þyrfti að byrja að skoða og svo öll hinn samtökin. Gegnum árin þá hef ég gefið í hinn ýmsu samtök og ég meina Mæðrastigsnefnd og Konukot og svo það Rauðikrossin, þannig ég hef farið á milli gáma og fundið þess aðila og en það dugar ekki til, þannig að það þarf bara að vega og meta hver sárast á þörfin og henni þarf að mæta. Mig langar kannski að spyrja ykkur á móti, ef að ég væri nú með lausn á þessu og það bæði samtökinu, bæði aðildin getur fengið þessa peninga og íslenska þjóðin miklu meira til,
600 milljarða ári. Rétt upp hönd sem teljið að það væri gott verkefni hjá forsetum að auka þjóðartekjur 600 milljarða. Já, það koma nokkru hendur upp. Þá þetta bara mjög einfalt mál. Þið kjósið friðarframboðið, við setjum friðarmálin og lýðræðisþróunina á kortið, við aukum þjóðartekjur 600 milljarða og hagnaðurinn af því verður skiptuð á meðal þjóðarinnar, við stækkum kökuna. Eins og hann, góður frændi minn sagði á Alþingi, þá á ekki að vera að hækka skatta, við þurfum bara að stækka kökuna. Já, það ekki auðvelt að svara þessu. Pabbi minn lést í apríl og ég fylgdi honum í gegnum hremmingar öldrunarkerfisins og sá fyrir hann reikninga síðustu mánuðina. Hann fékk Alzheimer og var komin út úr heiminum. Og kostnaðarþátttaka aldraðra mér algjörlega blöskraði hvernig okkar elsta fólk féflett af ríkinu. Helgi Pétursson, formaður Landssambands aldraðara, heldur því fram núna í nýlegri grein að 15 til 20.000 eldri borgarar á landinu lifi undir fátæktarmörkum. Mér finnst þetta engin framkoma við það fólk sem gekk hér á undan okkur og skildi þetta land eftir fyrir okkur sem ráðamenn eru núna að reyna að selja undan okkur og komandi kynslóðum. Þetta svolítið skemmtileg spurning. Ég myndi ekki gefa það neitt. Ég myndi stofna mitt eigið góðgerðarfélag. Svo myndi ég fá nokkra góða menn til að fjárfesta í því og tvöfalda peningin. Eftir það myndi ég opna heimili fyrir ungt fólk með geðræn vandamál og fíkni vanda. Og svo myndi ég líka gera heimili fyrir börn og konur sem eru þjást af eða eru í ofbeldissambandum eða þurfa að þola ofbeldi. Og svo myndi ég örugglega opna svona risa partiland fyrir aldraða. Þá ég búin að eyða öllum peningunum. Heyrðu, hér brennandi spurning. Já, ok. Ásgeir heiti ég. Ég ætla nú eiginlega að planta þessari spurningu. Ég veit ekki hvort að þið ættu að svara henni alveg bara svona 1, 2 og 3. Kannski þurfið þið smá umhugsun. En eiginlega þarf ég að setja hana fyrir Viktor og þið takja hana líka. Þess að Viktor, þú sagðir sko að þú myndir ríkisráð þegar þú ferð að skipa í það sem að myndi ekki gerast í byrjun, heldur myndir hún að hafa meira samráð við Alþingi eins og það núna. Ég held að þú hefur sagt þetta þannig. En mig langar til að þið skipið í ríkisráð, já, þetta ef að og þegar þið verðið orðin forsetar, hvernig myndu þið skipa hvert annað í ríkisráðið? Til í þetta? Já, spurtur hvernig myndum við skipa hvert annað í ríkisráðið. Við megum ekki gleyma því að það verið að senda þetta út, samstöðin að senda þetta út á vefnum og endilega þið sem heimasittið, ég vona að þið hafið jafn gaman og við hér. Vilt þú byrja að svara? Nei. Sko, það náttúrulega við erum með þessa þingraði stjórn og ríkisráðið eru ráðherrarnir en ef þetta á að vera eins og Viktor að tala að ráðherrarnir séu skipaði bara forsetanum og séu ekki á þingi, þá hann reynda komin aðeins í hugmyndafræðina í virkjum Bessastaði, sko, það beina lýðræðið, það var þar, hefur verið talað þetta þar og þetta góð hugmynd, þetta eitthvað þróunarferli sem þurfti að eiga sér stað. Ég til ekki forseti geti byrjað á 1. ágúst og innleitt þetta strax, þetta þarf að gerast í sátt og samlyndi við Alþingi og vera þróunarferli. Þannig að ríkisráðið náttúrulega aðilarnir sem mæta hjá forsetanum
og það vettvangurinn, þeir eru sem sagt fulltrúar framkvæmdavaldsins sem mæta þarna, það eru mismunandi ráðherrar og þarna einmitt staðurinn sem forseti getur veitt þeim aðhald. Hann getur spurt hvað í gangi, þeir láta það svara fyrir, hann getur látið að vita að það sé von á þessar og hinni spurningunni, hinni könnunni og til dæmis í dag þegar að stjórnvöld eru komin algjörlega á skjön við lýðræði, farin að kaupa vopn fyrir skattfé þjóðarinnar til að senda í einhverja styrjöld sem fyrir utan NATO-samstarfið í rauninni. Þetta ekkert NATO, það alltaf að tala þetta, já við erum í NATO og þurfum taka þátt í þessu styrjöld. Þetta hreinlega bara brot á NATO-samningnum. Hann fjallar það að NATO-samningurinn varnir Íslands eða varnir NATO-þjóðana. Það var ekkert ráðist á neina NATO-þjóð. Þetta stríð í raunin sem kemur okkur bara ekkert við. En við erum búin að blanda okkur í og þetta nákvæmlega það sama og gerðist sambandi við stríðið í Írak. Að íslenski ráðherrar að þeir létu stuðning okkar þegar ég mætti héraðsdóm eftir að hafa verið handtekinn fyrir að mótmæla því að íslenskar flugvélar eru notaðar í að flytja vopn og hermenn í ólöglegt Íraksstríð. Og settur í fangelsi fyrir það, ég satt í fangelsi fyrir þetta, Hæstiréttur þurfti að dæma mig lausan, þetta eru atriði sem að þurfa að fara fyrir ríkisráð og þetta getur forsetinn þá gripið inn í og ef að menn kom ekki með svona til ríkisráðs, þá á forsetinn eiga frumkvæði að því að kalla menn til sín. Til þess að taka þetta aðeins á léttari nótur og svara spurningunni, að þá út frá styrkleikum þeirra sem sitja við borðið, að þá ætlum ég bara vera með í þessum leik. Og þá erum við komin nýjan fjármálaráðherra, hagfræðing, og við erum með utanríkismálin leyst þarna á hægri endanum. Það besta vinkona Trumps og Putin og alla hinna. Nú Steinunn Ólína getur reyndar verið bæði menntamálaráðherra og sjávarútvegsráðherra. Þannig við myndum aðeins að heyra hvað þjóðin vill með það. Og svo náttúrulega dómsmálaráðuneytið og þá bara engin sal á vopnum meir. Leyst. Takk. Ég ætla bara að fá að taka fram í byrjun að ég held að sé aðalega Eiríkur sem að sér það fyrir sér að skipa sjálfur í ríkisráðið eftir eigin geðþótta og ætla að fá fagaðila í þetta óháð þinginu. Ég ekki svo róttækur, ég bara að biðja það að þeir segja af sig þingmennskun áður en vera ráðherrar ef Alþingi gerir ekki annað en að tilmæla sína eigin meðlimi. Annars myndi ég skipa í ríkisráði bara í samráði við Alþingi eins og hefur verið gert. Ég hef þurft að hafa meðmæli á mínum atvinnuumsóknum, þannig að ef þú færð meðmæli frá 50 þingmönnum, já, fínt. En ef við spilum þennan leik, að þá hugsa ég að Helga verður persónuverndar og Ástof verður friðarmálaráðherra, Steinunn verður auðlindaráðherra og Ásdís verður skemmtimálaráðherra. Hún svo skemmtileg, hún vinkona mín, hún Ásdís. Það svo gaman að hitta fólk og vita, ég veit að við verðum vinkonur, forever, það einhvern veginn þannig. En hún Ásdís, hún verður fegurðar, skemmtunar, menningar og yndisauka ráðherra. Ástþór yrði í mínu ríkisráði að sjálfsögðu friðarmála ráðherra. Maðurinn sem hefur í næstu því 30 ár haft það eina erindi að tala frið. Og fyrir það hefur verið gert grín að honum, eins og það sé ómerkilegt erindi. Og bara takk Ástþór. Vegna þess að hann hefur ekki verið hlut af því fólki sem á allt hér og hefur völdin. En erindi Ástþórs dásamlegt erindi og við skulum aldrei gera grín að því að vilja frið á jörð. Því það forsenda þess að við getum verið á jörðinni. Svo held ég að Helga, þessi grandvari ríkisstarfsmaður, þessi strangheiðarlega
hæverska kona sem hefur aldrei látið á sér bera, sem að eigendur stórfyrirtæki út í bæ reyna að berja á þegar þeir vilja koma sínu fram og nýta sér ráð þeirra til þess að reyna að tuska hana til. Kona sem á ekki vamsitt vita, segir satt, fer eftir lögum og það er gert á einhvern hátt ómerkilegt. Hún er bara eins og fólk á að vera. Hún er eins og embættismenn eiga að vera í okkar landi, ef allt væri eðlilegt. Og svo náttúrulega Viktor. Viktor væri í furðumálaráðuneytinu. Í furðumálaráðuneytinu þar sem að ráðuneytið þeirra sem hugsa allt öðruvísi heldur en kerfisfólkið. Fólkið sem trúir á steindauð kerfi. Fólkið sem trúir ekki á sköpunarmátt manneskunnar. Af því að við erum öll skapandi manneskjur og við höfum öll eitthvað að gefa og við erum á jörðinni til þess að gefa af okkur og hljóta eitthvað í staðinn. Af því við viljum öll vera elskuð og að aðrir elski okkur. Viktor kennir okkur að það er miklu meira en allt í lagi að vera öðruvísi. Það er flottara að vera öðruvísi. Þetta sameness sem er að leggjast yfir heiminn, ég finn ekki íslenskt orð í augnablikinu, það er ömurlegt. Það sem allir vilja vera eins og hinir. Þannig að furðumálaráðuneytið er fyrir Viktor og fyrir alla þá sem gera hlutin eftir eigin höfði. Mikið rosalega hlakka ég til þegar þessi ríkisstjórn verður myndið. Heyrðu, já. Ásdís er eftir. Ég þarf ekki að svara, þau eru búin að klára allt. Þú veist, eina sem ég vil segja er bara... Nei, ég myndi, þú veist, minn stærsti draumur væri að sjá þig, Katrínu og Bjarna Ben upp á sviði. Í leðjuslag? Já. Ég myndi definitely skipa hana sem forsætisráðherra og ég held að hún sé langhæfust til þess, sko. Hinnir eigi ekki sjans. En svo ætlum ég bara að vera sammála á mót Viktoríu og Helgu í öllu hinnu sem þau sögðu. Heyrðu, hér er spurning. Já, takk fyrir góðan fund. Bjarki heit ég. Var með svona eins og með öryrkja og svona, hvað myndi gera fyrir þá? Það er náttúrulega mjög ábótavant hvernig er farið með öryrkja og það þarf að vinna því að bæta þeirra hagsmuni en að sjálfsögðu hefur forseti ekki vald til þess, það er ríkisstjórnin sem hefur það, þannig að ég myndi bara sparka rassinn á Bjarna og láta hann breyta einhverju þannig að það væri lagað eftir bestu getu. Þú spurði hvað á að gera við öryrkja, þá ekki að gera neitt við öryrkja, þá bara sjá til þess að þeir geta lifað vansamandi lífi. Gera fyrir þá, meinarðu? Já, að sjálfsögðu, meina það, já. Sko, það eru allir í okkar samfélagi mikilvægir. Það er bara ákveðin stétt fólks sem að skiptir samfélaginu þannig að sumir séu bara merkilegir. Það hafa allir tilgang, við erum öll komin hingað á jörðina til þess að vera hér fyrir hvort annað. Og það að öryrkjar þurfa að berjast fyrir lífskjörum sínum er alveg hræðilegt. Fólk sem býr við líkamlegar og stundum andlegar skerðingar. Þegar maður hefur átt mann sem veikist og þarf að fara í gegnum heilbrigðiskerfið, þá hittir maður mikið af fólki. Og það er ömurleg, sú þrautaganga sem fólk upplifir í gegnum heilbrigðis- og félagslega kerfið í þessu landi. Og eins og Ásdís réttilega bent á, forseti ræður engum þetta, forseti hefur hins vegar dagskrárvald. Sveinn Björnsson, okkar fyrsti forseti, hann var eins og svipa á þinginu, hann bara hundskammaði þegar hann sýndist. Hver segir að forseti með ekki gera það? Það er bara mýta að forseti með ekki skipta sér að, ekki láta neitt segja ykkur að það megi það ekki, og ef að þingið er ekki að vinna að kosningaloforðum sínum og sinna
einstaka hópum í samfélaginu, þá getur forseti sagt fyrirgefiði hvað eru þau að gera. Já, þetta kemur svolítið inn á sama svar og ég var með áðan að ég sem forseti með ákveðið verkefni. Verkefnið að virkja Bessastaði til friðar og lýðræðisþróunar og í leiðinni að auka þjóðartekjur 600 milljarða. Reiknið það bara út hvað það getur gert fyrir öryrkja, fyrir sjúkrahúsakerfið, fyrir bara velmegun á Íslandi. Hvernig ætlar að gera það? Hvernig ég ætla að gera það? Það með því að gera Ísland að landi friðarins og byrja að byggja upp á Íslandi nýjar Sameinuðu þjóðir. Það mjög víðtækur háar umræðu það að það þurfi að flytja Sameinuðu þjóðirnar frá Bandaríkjunum því þær eru svo hlutdrægar. Það þurfi að koma á hlutlausari stað. Ísland mjög vel staðsett fyrir þessa starfsemi og vegna smæðar okkar þjóðfélags að þá yrði það svona mikil innspýtingin í íslenskt atvinnulíf að fá þessar stofnanir hingað. Þetta eru 21.000 störf sem fylgja þessu, þetta eru hálaunastörf. Það myndi náttúrulega koma fólk allstaðar að úr heiminum, það ekki fólk sem að leggjast upp á kerfið okkar, það fólk sem að vinna sér inn hellinga peningum og borga skatta og þetta borgað af öllum þjóðum heims, þessi kostnaður við þetta. Og þetta myndi setja Ísland þannig að hér yrðu haldar friðarástefnur, hér yrðu skólar til að þróa lýðræði, þróa nýja hagfræði fyrir heiminn og til þess að gera þjóðfélög friðsamleg, til þess að leggja grunninn að því hvernig þjóðfélög verða friðsum. Jóhann Galtung, frægasti fræðimaður friðamála í heiminum, því miður lést núna í febrúar, hann starfaði mikið með friði 2000, kom hingað heim og flutti erindum mitt í háskólanum og flutti erindum mitt framboð í Háskóla Íslands. Þetta var nú meira og minna að þakka niður þegar hann kom hérna, en hans hugmyndafræði ætti að vera skyldunám fyrir alla stjórnmálamenn, vegna þess að hann leggur alveg línurnar hvernig þú leggur grunninn að friðsamlegu samfélagi. Það spurt hvað myndi þú sem forseti gera fyrir öryrkja. Mín sýn á þetta bara almennt svo að forsetinn, hann í rauninni ekki að setja neitt sjálfur á dagskrá vegna þess að forsetinn númer 1, 2 og 3 þjónn fólksins. Það ég búin að segja frá upphafi, frá því ég steig fram 27. mars og sem þjónn fólksins að þá það einmitt hagsmunir almennings og væntingar og öryggi og bara hvað fólk vill í landinu. Það það sem að býr til dagskrána hjá forsetanum og það það sem hann það númer 1, 2 og 3 að hlusta á. Þannig að öryrkjar sem hópur þyrftu að koma fram helst sem helstæðasti hópurinn saman til þess að geta í rauninni sagt hvar skóin kreppir hjá öryrkjum. Við vitum eitt og annað, auðvitað veit maður eitt og annað, en bara svona í rauninni, hóparnir þurfa að láta í sér heyra. Af því það þarf að vera hægt að lifa hér góðu lífi, þannig að öllum líði vel. Og það forsetans að hlusta á þjóð sína í einu og öllu. Það myndi ég gera. Fín spurning og ég örugglega að fara að koma í svar sem að því líst bara alls ekkert vel á. Því að það mjög mikið af svona sérhagsmunahópum sem hafa verið að spyrja mig í gegnum tíðina. Ég veit, öryrkjar, umhverfissinnar, innflytjendur, hvað ætlar að gera sérstaklega fyrir okkur og því miður þá verður ég bara að valda öllum vonbrigðum og segja að þetta sértæk mál fyrir sérhagsmunahópa og ég ætla ekki að koma til með að gera neitt slíkt. Mér finnst að forseti ætti ekki að vera að skipta sér að sértækum málum, sérstaklega svona málum sem eiga heima á Alþingi. Það sem að mér finnst mikilvægast að passa upp á það að sá meirihluti sem myndaður á Alþingi samræmist vilja kjósendana. Þannig ef það vilji hjá fólki til þess að taka á þessum málum að það sé þá birtingamynd á Alþingi sem að samræmist þeim vilja. En já, ég ekkert eitthvað að fara að tala máli ákveðin á hópa og ég fá að koma inn á það þegar Ástór segir að það sé eina friðarframboðið. Ég ekkert sérstaklega friðarframboð en mér veist að forseti ætti heldur ekki að vera að blanda okkur inn í deilur út í einum stóra heimi.
Það eru spurningar hér aftast í salnum. Þau kannski sjáðu okkur ekki en heyri vonandi í okkur. Kannski má brýna fyrir pallborðinu að tala svona í herra lagi. Þannig að það heyrist örugglega hérna aftast. Góða kvöldið, Rut Stefnis heiti ég. Ég vil þakka fyrir ágætisfund. Eitt mesta hitamál forsetakosningana verður hálendi Íslands og notkun á málskotsréttinum. Nú lengt og ljóst verið að stefna að því að selja fjöregg þjóðarinnar. Landsvirkjun hanna á að einkavæða og arður hverfu þá til erlendra og eða innlendra elítu. Ég vil þá þess vegna beina þessari spurningu til Steinunnar Ólínu sem að hefur nú verið svona, já, hún hefur haft ýmislegt þetta að athuga. Því spyr ég Steinunni, muntu beita áhrifavaldi þínu til að stjórnarskráin verði endurskoðuð? Sko, þjóðin hefur sagt það að hún vilji að stjórnarskráin sé endurskoðuð og þar vegur þyngst auðlinda ákvæðin og kaflinn náttúruna og mannréttindi vegna þess að þetta samofið og þjóðin þarf aftur og aftur að láta í sér heyra þrátt fyrir það að hafa með stórkostlegri vinnu stjórnlagaþings sem orðið ansi langt síðan gefið það sterklega í skyn að hún vildi endurskoðun á sinni stjórnarskrá. Hún þarf aftur og aftur að ítreka þessa beiðni og fyrir daufum eyrum. Og að sjálfsögðu verði ég forseti, þá mun ég nýta dagskrárvald mitt og segja, jæja krakkar, eigum ekki að fara í þetta núna, biðið mig bara það og þá tala ég fyrir ykkar hönd, að sjálfsögðu. Við erum ennþá hérna aftast í salnum. Gjörðu svo vel. Takk. Ég vil beina þessa spurningu að Ástþóri Magnúsinni. Mér finnst mjög athugavert hvað þú ert sjálfur sannfærður þinn eigin sannfæringarmátt. Að þú þurfir ekki nema einn fund með Vladimir Putin til þess að koma á frið í Úkraínustríðinu. En þá velti ég fyrir mér, af hverju þarftu endilega að vera forseti Íslands til þess að fá þennan fund og koma á friði? Ég alveg viss að við getum komið í kring að þú fáir fund bara sem Ástþór, góðsögnin Magnússon og náir bara að nota þinn samfélagsmátt til þess að fá mannin til þess að hætta þessu stríði. Af hverju þarftu þetta embætti? Takk fyrir þetta ágæt spurning. Í fyrsta lagi þá hef ég aldrei sagt að þurfi bara einn fund. Það þarf marga fundi, ekki bara með Putin, heldur einnig með öðrum þjóðarleiðtogum, bæði í Úkraínu, Bandaríkjunum og í Evrópulöndunum og ekki síst heldur líka með ríkisstjórn Íslands. Þú hefur ekki aðgang að þessu fólki nema í embætti og forsetaembætti. Forsetaembættið eina embætti þjóðarinnar sem þverpólitískt sem að þýðir að hann tilheyrir engum einstökum stjórnmálaflokkum að minnst ekki ef að ég væri þar. Ég hef aldrei unnið í neinum stjórnmálaflokki eða tengst þeim með nokkrum hætti. Þannig ég algjörlega hlutlægur aðili sem að myndi reyna að sameina krafta bæði almennings í gegnum friðarhreyfingar. Ég tel að ég geti fengið milljónir manns út allan heim í gegnum friðarhreyfingar til þess að leggjast á árarna með okkur. Atvinnulífið, ég tel að ég myndi geta náð atvinnulífinu saman með þessu og svo það stjórnmálin sem verða einnig að leggjast á árarna. Þetta þarf að verða þrýstihópur, mjög öflugur, þvert á alla þjóðfélagshópa og eins og ég segi, almenningur, atvinnulífið, stjórnmálin að leggjast á eitt. Okkar raunverulegi óvinur hergagnaðinaðurinn og það þarf að koma fram með nýja hugmyndafræði fyrir hergagnaðinaðina, hvernig þeir geti umbreytt sínu viðskiptamódeli úr því að framleiða vopn og drápstól yfir í að framleiða eitthvað annað betra fyrir jörðina.
Þessu lýst mjög vel í bókinni Virkjun Bessastaði sem kom út fyrir 28 árum. Þar lýst því hvernig við getum umbreytt hernaðinum. Þar einnig farið yfir í það hvað verið að eyða miklu í vopn og hernað og hvað lítið brot af því þarf til þess að leysa úr öðru vandamálum hjá mannkyninu. Þannig að þetta spurningum algjörlega uppstokkun á hugmyndafræði. Í stað þess að leita hernaðarlausnum til að leysa vandamál, þá leitum við að friðarlausnum. Svarar þetta spurningunni? Fullkomlega. Já, ég heiti Jón. Ég með spurningu til þeirra sem treysta sig bara til að svara henni. Það varðandi dómstóla á Íslandi. Það svona dálítið mörg dæmi mjög misvísandi dóma og vinnubrögð í ýmsum málum, allt frá barnaverndarmálum og upp í miklu stærri mál. Þetta eitthvað sem að forseti getur eða á að beita sig fyrir að sé lagað, þetta íslenska dómskerfi? Ég ekki bara að byrja hérna? Sko, þegar stóðstu spurt. Það náttúrulega þrískipting ríkisvalds, þannig það löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald og það þannig einmitt að forsetinn fer með löggjafavaldi með Alþingi og framkvæmdavaldi með ráðherrunum, en dómsvaldið algjörlega sér og það náttúrulega á að tryggja það að dómendur séu algjörlega sjálfstæðir og séu ekki háðir einhverjum hagsmunum. Svo búum við náttúrulega bara í litlu samfélagi og það alls konar tengsl og ég meina hér sit ég með hafandi tapað málum fyrir héraðsdómi og ég með alls konar skoðanir á því og ég í leyfi náttúrulega frá mínu starfi þarna hinnu sem að ég held ég þyrfti kannski ekkert að fara aftur í en svona þetta en þess að þá ég kannski bara að fara tilbaka og sko ég meina það sem að ef ég bara tala algjörlega heiðarlega þá bara staðan þannig að maður veit að sko það vonandi bara góðir og gegnir dómarar á öllum dómstigum en það nú bara þannig með lögin að það hægt að rökstyðja mismunandi leiðir og stundum bara lögin dálítið flókin og vonandi bara einmitt dómararnir það vel upplýstir að þeir geti tekið réttar ákvarðanir í málum. Ég kannski hefur skoðun á því að það sé ekki alltaf svoleiðis og það nú bara þannig að hafandi tapað einmitt þessu sko einu þessu grunnskóla kennsluforritamáli við töpuðum sko því í héraðsdómi hjá Persónuvernd og mér finnst það bara hreinlega ekki vera réttudómur og þess vegna var honum áfrýjað og þess vegna erum við með nokkur dómstig og við vorum alltaf bara með 2 dómstig í landinu, við vorum í héraðsdóm og svo Hæstarétt og nú búið að bæta landsrétti við þannig að sko, þú veist, lögin þannig að það hægt að rökstyðja oftast 2 mismunandi niðurstöður. Stundum það ekki hægt, stundum það bara klárt brot á einhverju grein og þá bara, þú veist, þá það bara einhver niðurstöð sem að enginn á að geta tekið einhverja ranga niðurstöð í, en stundum þetta aðeins óljósara og svo framvegis. Þannig að sko það að ætla að fara að hafa áhrif á dómstóla og dómara, það eiginlega svona algjörlega, það svona eitt af því sem bara bannað í lýðræðissamfélagi, vegna þess að dómararnir óháðir, en ef þeir standa sig ekki, nú þá hægt að kynna sér sögu þeirra. Það sumir sem að lenda í því að það þarf að fara aftur með dómana þeirra sko tilbaka niður í héraðsdómi eða eitthvað svoleiðis, þannig að þú veist það hefur verið að endurupptaka mál og svona, þannig að það náttúrulega bara, það misjafn sauður í hverju fé og líka hjá dómurum og þess vegna lenda kannski sumir í því að málunum þeirra snúið við, en það ekki forseta að snerta á því, það bara, við erum bara bundin á því að það dómendur sem fara með dómsvald og það kannski samt ástæða fyrir því að það var bætt við einu dómstig, þannig að það til þess að tryggja að það sé rétt niðurstaða, vegna þess að það náttúrulega annað óþolandi í málum, það verður að vera bara rétt niðurstaða. Pildi lögfræði, en ég gat ekki svara þessu á léttari nótum held ég sko. Það svo margir sem hafa áhuga að spyrja ykkur, að kannski biðja ykkur að svona hafa þetta knappara en hitt. Ég með spurningu innflytjendamál. Bara hver ykkar skoðun á innflytjendamálum á Íslandi?
Það verður nú kannski erfitt að svara þessu stuttumáli. Nú ég komin í hálu brautina sko, bara að svara innflytjendamál í forsetaframboði. Ég veit ekki hvert, maður lætur ekki teima sig sko. En sko, í grunninn aftur þá það bara, eins og ég líti á þetta, þá það lög og reglur sem gilda. Og við erum í landi sem ég meina eins og fram hefur komið, við erum jafnvel ekki að ná að hlúa nógu vel að öllum þeim sem hér búa. Við erum ekki að ná að hlúa nógu vel að eldri borgurum og ýmsum öðrum og það alveg ljóst að við getum til dæmis ekki tekið við endalaust af flóttamannastraumnum. Hins vegar þá erum við bundin á ákveðnum alþjóðareglum og alþjóðasamningum og öllu slíku. Þannig að fyrir mér þetta mjög skýrt að því lítinu til að sko, það eru þeir sem að koma hér sem flóttamenn og þá getum við þessi land bara tekið við x mörgum af því við þurfum að geta líka sinnt okkar fólki. Og svo það þeir sem hver var spurningi bara flóttamenn eða innflytjendur bara? Já. Og innflytjendur það náttúrulega sko þeir sem að vilja búa hérna og uppfylla reglur og það ekkert skrítið sem land að vera með reglur. Ég meina, það getur ekki hver sem flutt til Bandaríkjanna, það þarf græna kortið og svo framvegis, þannig það ekkert skrítið að land setji sér ákveðna reglur. En á samanskapi, þegar við erum með nýju Íslendingarna sem að koma frá alls konar löndum með alls konar bakgrunn og þá þurfum við að gera það vel. Og þau þurfum að passa að fólk læri íslensku og sé velkomin í okkar samfélag vegna þess að við viljum líka geta kannski flutt og búið annars þar. Þannig að bara vöndum okkur og tökum vel á móti þeim sem að vilja búa hér og sinna störfunum sem við jafnvel nennum ekki sinna. Já, mig langar aðeins að fá að leggja orð í belg hvað þetta varðar. Þegar að velferðarsamfélag molaða innan eins og við þekkjum, þá grípur sig ótti og vanlíðan. Þegar að grunnstoðurnar virka ekki, þegar að fólk getur ekki séð sér farborða og þegar það efast að það geti fengið húsnæðið sem það ræður við að kaupa eða leigja, þá kippt undan almenningi fótunum og þá verður að finna einhvern andstæðing. Og þegar það of sárt að ímynda sér það að okkar ráðamenn hugsa ekki nógu vel þjóðina, þá þarf að finna andstæðing og sá andstæðingur stundum Evrópusambandið og stundum hann innflytjendur. Það að útlendingar mæti andúð á Íslandi á fordómalausum tímum þar sem aldrei hefur fleira fólk verið á flótta í veröldinni vegna náttúruhamfara, vegna stríðsátaka, vegna ofsókna. Og við þurfum auðvitað eins og aðra þjóðir að standa við alþjóðaskuldbindingar og taka á móti fólki. En það stjórnvalda að gera það eins og manneskjur. Ég heimsótti Reykjanes, ég ætla að hafa þetta rosalega stutt. Og ríkið gerir samning við Reykjanesbæ að taka á móti flóttafólki. Fjöldinn sem sendur í Reykjanesbæ í engu samræmi við fjárframlög. Það engir innviðir í Reykjanesbæ til að taka við öllu þessu fólki. Og þegar samfélagsgerðin breytist svona hratt, þá verða auðvitað til átök vegna þess að hvorki fólkið sem býr í Reykjanesbæ né þeir útlendingar sem komnir hingað til að leita skjóls fá nokkrar upplýsingar eða aðstoð það hvernig líf hér. Þetta ómögulegt, þannig að þessi skautun og útlendingaandúð sem hefur orðið til í okkar samfélagi, hún stjórnvöldum að kenna vegna þess að undirstöður okkar samfélags hafa verið rifnar í sundur. Já, ég þekki nú ágætlega í sambandi við þennan flóttamannastraum því ég með palestínska fjölskyldu búandi heima hjá mér hérna í Reykjavík, 5 manna fjölskylda sem flúði undan ofsóknunum í Palestínu og það grátlegt að horfa upp á þetta hvað þetta fólk þurft að flýja og þetta vill að búa heima hjá sér og ég hef sagt það að lausnin ekki að setja plástra á þetta eða svona þetta tekur maður á móti fólkinu og gerir eins vel maður getur við það meðan það í þessu ástandinu og þetta vill að búa heima hjá sér. Lausnin því að leysa úr þessu. Það nákvæmlega það sem ég vil gera sem forseti. Ég vil koma með friðalausnir og stuðla frið því að öflugasta verksmiðja á flóttamenn sem til í veröldinni stríð. Það massa framleiðsla á flóttamönnum og það það sem þarf að stöðva. Og ef við erum að taka við flóttamönnum eins og frá Úkraínu eða við erum að taka við þeim frá Palestínu,
þá eigum við náttúrulega líka að skoða það að senda bara hreinlega reikningin til þeirra sem framleitu vopnin sem að hafa valdið þessu. Ég ætla að koma með ógeðslega leiðilegt svar og segja aftur þetta sérhagsmunahópur og sérstætt mál. Það var heima á Alþingi og ég myndi ekkert skipta mér að því sérstaklega. En ef að þið hefði áhuga að vita okkur ég svona svakalega sólbrúnn, jú, ég einmitt afkomandi flóttamanns og það hann afi minn og ég gæti vel trúa því að flestir inn í þessu sal hafa örugglega borðað brauð sem hann bakaði og hort á bíómyndi í bíósal sem hann skúraði. Já, góða kvöldi. Þessi spurning svona aðalega beint til Ástórs. Ég var að horfa á hraðfréttir annað kvöld og svona sá viðtal við þig og þú varst að tala um þessar 3 sýnir sem þú fékkst og mér langaði svona að biðja að lýsa þeim og svo var ég líka að velta fyrir mér svona hvort þú væri með, ég ætla að fá að sletta eins og segja to-do lista þegar þú verður forseti og svona hvað þú ætlaðir að gera þegar þú sest í forsetasætið. Já, ég ætla að fara eftir sýnunum þegar ég verð forseti. Ég fékk þessar sýnir fyrir 30 árum og þær voru vakning til mín að ganga frá blómlegu fyrirtæki, selja mína einkaþotu, stofna friðarsamtök og koma hér fyrir framan ykkur, vekja íslenska þjóð. Ég sagði það í viðtölum fyrir 28 árum að ég var í klukkan sem vekur þjóðina, það var ekki grínmynd af því í Morgunblaðinu eftir að Sigmund mjög stór skemmtileg grínmynd. Ég meðan nýju bókinni Virkir Bessastaði sem ég geti lesið á vefnum núna.is þessa grínmynd. Við skoraði okkur að lesa þetta. Og það er að virkja embætti forseta Íslands til að hrinda á stað þessu friðar átaki. Að innleiða nýja hugmyndafræði í hvernig við leysum og deilumálum. Koma með nýja hugmyndafræði, hvað vopnaframleiðendur geta gert annað en að framleiða drápstækin. Þetta, við skulum muna það að forseti Bandaríkjanna eftir seinni heimsstyrjöld, hann varaði við að vopnaframleiðsla myndi verða business því það myndi grafa undan þjóðfélaginu í framtíðinu og það er nákvæmlega það sem hefur gerst. Þegar að menn eru að horfa á þessi lönd eins og Mið-Austurlönd, eins og þegar að eitt forsetinn fór til bara Sádi-Arabíu fyrir nokkrum árum síðan, að þá klappa hann saman höndum hvað náði stórum samningum og hvað voru samningum. Það voru ekki traktorar til að rækta korn, það voru drápstól. Og þetta er bara sjúkt. Við búum í sjúkum heimi sem með þetta og það kom út bók núna nýlega, Anni Jakobsson heitir sú kona, sem er búin að vera að taka viðtöl við stjórnmálamenn, menn í leyniþjónustu og hersöðingja og þeir eru allir skjálfandi á beinunum við sem Hársfreyr frá að útrýma okkur með kjarnorkuvopnum. Hún segir að við erum ein mistök frá því að útrýma mannkyninu. Þegar talað um það ef að brýst út kjarnorkustyrjöld að það muni 5 milljarðar manns látast og þeir sem að lifa, þeir munu öfunda hina dauðu vegna þess að þeir þurfa að fara að búa í neðanjarðarbyrgjum og þetta með leiðar hungursneyða og alls konar og þetta er allt og mikilvægt mál til þess að hunsa það og núna hefur íslenska þjóðin ekki efni á að kjósa neitt annað en friðarmann á Bessastaði, mann sem ætlar ekki að sitja þar á einhvers konar friðarstóli að yrkja ykkur ljóð til sem að þið skemmtuðu grá einhvern veginn framtíðin að lesa, nei, friðarmann sem ætlar að fara heiminn og virkilega binda enda á þetta með nýrri hugmyndafræði, fá í lið með sér milljónir manns í gegnum friðarhreyfingar heimsins, fyrirtækin, stór og lítil og þannig ætlum við að vinna þetta mál, að setja Ísland á kortið sem land friðarins. Eftir að hafa hlustað á ykkur, þá er ég bara virkilega hissa á hvað þið skorið lágt í skoðanakönnunum. Og það segir mér að það er lítið að marka skoðanakannanir.
Og nú kemur spurning til þín, Ólína. Eftir kosningarnar, því að ég veit að þú hefur gríðarlegt fylgi á bak við þig, mundir þú stofna stjórnmálaflokk og koma mönnum á þing, sem ég veit að þú mundir gera? Það allir að stinga upp á þessu við mig. Þú átt að vera þingi stelpa. Eins og þingið núna, þá það óstarfhæft. Og ég hræðist það mest að þessir gjafagjörningar allir sem ég hef verið að reyna að vara við og liggja fyrir í þessum frumvörpum, ég hræddist að þeir hafi allir farið fram. Og það sé einungis leiksýning sem farið fram á Alþingi Íslendinga og íslensk stjórnmálastétt hafi fyrir löngu síðan svívirt þetta elsta Alþingi veraldar. Eins og málin standa, þá get ég ekki hugsað mér að vinna inn á Alþingi. Þegar ég horfi á það hvernig stjórnarandstaðan reynir að standa á móti erfiðum málum, en hvað gerir svo í atkvæðagreiðslu? Þá kýs fólk með, bara til þess að hanga á völdum. Ég gæti ekki hugsað mér að starfa inn í stjórnmálaflokki sem væri sífellt að láta sér linda málamiðlanir sem væru mér þvert geð. Þá ég betur sett, ykkar vegna, utan valla, áfram sem rödd sem samfélagsrýnir. Nema hreinlega, ég stofni bara sjálf stjórnmálaflokk sem drepur þessa ríkisstjórn með málþófi og löngum ræðum eitthvað afskaplega skemmtilegt sem gerir það verkum að margir af okkar þingmönnum sem því miður eru allt of latir. Að þeir allavega byrjaði að hverfa og svo sæjum við hvernig hlutirnir myndu artast. En í augnablikinu get ég ekki hugsað mér það eins og málum eins og fyrir okkar Alþingi komið í augnablikinu, en það virkilegt áhyggjuefni og mér finnst það hræðilegt hvernig Alþingið svívirt. Takk fyrir. Það fer að sé á seinni hlutan hérna hjá okkur og við viljum náttúrulega endilega hafa smá tíma til að syngja, það búið að lofa okkur því. Hér mögulega síðasta spurningin ef einhver grát biðji eina í viðbót. Já, góða kvöldi. Takk bara kærlega fyrir að standa fyrir þessum frábæra viðburði. Búið að vera rosalega gaman að hlusta á ykkur. Og takk fyrir spurningar úr sal. Mér langaði að beina spurningu að Ásdísi. Orðið á götunni segir að þú myndir leggja blátt bann við ákveðnum fréttamanni, mögulega einum ljósmyndara, á þess að ég fari eitthvað frekar út í þá sálma. En þá langaði mig að vekja athygli á því að það 25. grein stjórnarskrárinnar gefur forseta lýðveldisins heimild til að leggja fram lagafrumvörp. Ég veit ekki til að þetta ákvæði hafi verið virkjað hingað til, en ég geti haft rangt fyrir mér með það. En þetta eitthvað sem þú sagði fyrir þér, svona fyrir utan að banna hennar fréttamann og ljósmyndara? Sagðirðu fyrir þér að leggja fram frumvarp og þá hvaða frumvarp? Að sjálfsögðu, ég ætla að vera fyrsti forsetinn sem leggur fram frumvarp á Alþingi og ég ætla að byrja á því að banna skoðanakannanir út að þú veist, það ekki bara mér sem finnst það búið að banna skoðanakannanir 30 dögum fyrir kosningar í mörgum löndum, bara ef þið vissu það ekki, út af því að skoðanakannanir eru skoðanamyndandi og yfirleitt það þannig að meira en helmingur þjóðarinnar getur ekki tekið sjálfstæða ákvörðun og hann fer eftir skoðanakönnunum. Þannig að við erum að tapa gífurlegu fylgi. Ef það væri enga skoðanakannanir, þið getur rétt ímyndað ykkur, hvernig ætlaði að kjósa? Ef þið vissuð ekki neitt, þá myndið þið mynda ykkar skoðun með hjartanu. Þá myndið þið virkilega skoða alla, hvern og einn og hugsa hvað þið viljið kjósa. Og þetta það sem skoðanakannanir eru gerðar til, það að mynda skoðanir hjá fólki. Þannig að þið eruð í rauninni þrælar fyrir skoðanakannanir. Og þetta á bara ekki að vera hægt. Við búum í lýðræði og það bara mjög góð hugmynd að banna þetta 30 daga fyrir kosningar þannig að fólk kjósi með hjartanu. Annað að já, ég myndi náttúrulega, ég búin að segja það, ég myndi banna heimum á fréttamann. En
Já, ég ætla bara að láta, ég ætla að láta þetta duga í bíli. Mér langar að segja bara örstutt, sko, það dýrmættasta sem við eigum það að hugsa sjálf. Að láta engan segja okkur fyrir verkum. Að vega og meta hlutina sjálf, trú ekki blindni á það sem haldið fram og láti ekki hræra í okkur. Og látið ekki ræna ykkur kosningaréttinum með blekkingum fjölmiðla. Og því hvernig látið með suma í þessu samfélagi og ekki með aðra. Treystið á ykkar eigið innsæi, horfið á fólkið í kringum ykkur. Það eitthvað fallegt og gott í öllum, ekki bara þeim sem hampað. Ég ætla aðeins að bæta við svarið mitt. Ég búin að taka það fram á nokkrum fundum hinga til. Það hef ég látið fólk rétt upp hendi í salnum. Eru þið virkir í skoðanakönnunum og yfirleitt það 1 eða 2 sem rétt upp hend. Þannig að ég ætla að spyrja ykkur núna, einhver virkur í skoðanakönnunum hér? Það 1 hend. Núna, það örugglega komnir svona 200 manns síðustu vikur sem ég hef látið rétt upp hend. Það meira en 200 manns, miklu meira, sorry. Já, það örugglega 300-400 manns og það kannski 2-3 búin að rétta upp hend. Ég þekki ekki neitt sem virkur í skoðanakönnunum og flestir hérna í hópnum líka. Þannig að við skulum ekki láta blekkjast af þessum skoðanakönnunum út af þetta svo rosalega lítill hópur af fólki sem virt í skoðanakönnunum og það sýnir ekki raunverulega tölur. Þannig að ekki fylgja þeim, bara hugsa með hjartanu. Takk. Já, ég var svo gamall að ég mann þann tíma sem maður hringdi í fyrirtæki og svona og það svaraði alltaf ykkur elskuleg manneskja og svona maður talaði við fólk sko. Og svo þessi fjanda símsvarar komnir allstaðar og þú var bara símsvarar og það bara tölvan sem svarar og gervigrindin svarar og svo framvegis. Sko forsetinn eins og hann verið allavega síðustu 8 ár. Hann hefur bara verið eins og hver annar símsvari, svona sjálfsafgreiðslu stimpill á Bessastöðum fyrir ríkisvaldið. Og þið megið ekki kjósa annan slíkan inn. Nú þurfum við að virkilega nota hausinn, það sem Guð gaf ykkur, til að hugsa sjálfstætt og auðvitað eigið að kjósa friðarframboði til að kasta ekki atkvæðin á stríðsbálið. Erum við komin í lokaorðin, af hverju erum við að kjósa eða bara svona til þess að hafa þetta alveg á hreinu? Hvað ég að svara henni? Þið eru bara farin að spinna hérna, það var enginn búin að gefa ykkur leyfi til þess, en endilega. Já, en bara til þess að ég haldi þessu áfram, sko, að það ekkert hægt að segja þetta mikið betur heldur en hefur þegar komið fram. En sko, það eru 12 einmitt í framboði til forseta á Íslandi, þannig að við einmitt fengum að vera bara þáttakandur í því líkri sögu í rauninni, af því að það náttúrulega hefur aldrei verið boðið upp á annað eins og því lík heimavinna fyrir íslenska þjóð og vonandi nennir hún heimavinnunni vegna þess að einmitt það boðið upp á alls konar bakgrunn og alls konar hæfileika. Þannig að það eina sem ég get sagt við ykkur einmitt þetta í Guðanabænum bara fylgið hjartanu og bara gerið það sem að ykkur finnst. Og þá hlýtur þetta að fara eins og þetta á að fara. Takk. Svona fyrst þetta fór út í skoðanakannanir, þá ætlum ég bara að taka fram að ég myndi ekki vilja banna þær. Ég held að þetta sé bara hluti af málfrelsinu og tjáningafrelsinu. Eru það skoðanamyndandi? Það er örugglega dómstóla ákveða það. En jú, eru skoðanakannanir skoðanamyndandi? Nei, það verið að mynda skoðun hjá fólki, það ekki málfrelsi. Þetta ekki sjálfstæð skoðun, það verið að mynda skoðunina. Þetta ekki lýðræði. Þegar einhver hefur áhrif á þína skoðun, það ekki lýðræði. Allavega, ég hugsa að þetta sé hluti af málfrelsi og tjáningafrelsi og eru það skoðanamyndandi? Já, mögulega, mjög líklegast. Það líka bara fullt af hlutum í samfélaginu sem eru skoðanamyndandi. Ég skoðanamyndandi á aðra. Það spjalla saman í kaffibóði, það skoðanamyndandi.
Þar sem að mér finnst hins vegar skrítið þegar að stórir og virtir fjölmiðlar að nota skoðanakannanir sem fína fyrir það sem þær eru, nota þær til ákvörðunartöku sem að þær voru aldrei ætlaðar til, og ég mitt hafði samband eftir okkur að neita að taka þátt í kappræðanum á Stöð 2, get ég fengið að vita hvernig þessi ákvörðun var tekin, hvaða skekkjubil eru að rekna með, eru með óvissubil, einhver tölfræðingur sem fer yfir þetta hjá okkur? Ég fekk svar tilbaka sem innihelt 7 hlekki á fréttir á Vísi, þar sem einhver segir, já, mér sýnir sem svo að þetta sé allt sama fólki sem að nefst. Og ég segi, maður fellur á tölfræðiprófum að svara svona. Þannig að það sem mér finnst athugvertast, að þetta eiga að heita fagaðilar og það verið að nota þetta til ákvörðunartöku sem að verkfærin var ekki ætlast til þess að nota í þeim tilgangi. Jæja. Ef við ekki bara taka þetta spjall hérna í almenningnum á eftir. Við nefnilega erum komin hérna með hennan frábæra gítarleikara sem er búin að sitja hérna í allt kvöld að bíða. Hann Fróði Oddsson. Hann ætlar að spila undir hjá Steinin Ólínu sem syngur fyrir okkur Heyr mína bæn, og ef þið kunnið textan þá getið þið sungið með. Ef þið googlið textan og hérna kallaði hann fram í símanum þá getið þið líka sungið með. Hvað segir þið? Já, já. Þetta alltaf að gerast hérna. Æsi spennandi. Þú tökur þennan. Upp, já. Síðustu helgi þá auglýsti ég, við Ásdís Rán vorum í viðtali á Bylgjunni sem voru svo elskulegir að taka viðtal við okkur báðar morgunin sem við keyrðum norður á Græna hattinn til að halda þar borgarafund með okkur, meistaradeildinni eins og Ásdís Rán svo meistaralega kallaði okkur. Og ég auglýsti eftir gítarleikara og kvöldið var hann kominn, keyrði frá Reykjavík norður á Akureyri, Fróði Oddsson, viljið gefa honum gott klapp. Og Á ég að segja eitthvað þetta? Já. Vil ég fá söguna alla? Málið það að ég lá hérna í sófanum og horfði á sjónvarpið, það mjög þægileg stelling, ef þið viljið prófa. Og þar kom Steinunn Ólína í viðtal og sagði frá því að hún væri að fara til Akureyrar og vantaði gítarleikara. Og ég hugsaði, heyrðu, já, ég kann bara gítar, sko. Það er kannski hægt að notast við það. Jæja, svo hélt hún áfram og segir fyrir að telja upp hverjir það séu sem að ætla að mæta á fundin. Og þá hugsaði með mér, vá maður, þetta eru allt uppáhaldsframbjóðunum mínir. Og ég bara má ekki missa þessu, þannig ég bara stökk upp í bílinn og keyrði norður. Við sungum saman fyrir norðan lagið Heyr mína bæn. Ég ætla að biðja ykkur að finna lagið og textan í símanum ykkar. Við erum einhver stund að googla textan, svo allir geti verið með. Þetta var nú dálítið hátt fyrir mig þarna fyrir norðan. Það er nú ekki víst að röddin hafi skánað mikið síðan, en við skulum sjá. Eru þið búin að finna textan í símanum? Og þið kunnið hann og margir auðvitað kunnan.
þá segi ég bara, Fróði, þú ræður ferðinni. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, syngdu honum saknaðar ljóð, vanga hans blítt, vermið þú sól, vörum mjúkum, kysstu hans brá, ástarorð, hvísla mér frá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefnin sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrár, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefnin sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrár. Takk fyrir samveruna í kvöld. Takk fyrir að fjölmenna og koma vera með okkur. Elsku Margrét Örnólfsdóttir, takk fyrir frábæra fundarstjórn. Og þá held ég að við kveðjum hérna á Kólaportinu. Takk fyrir bæði gestir hér og áhorfendur heima eða hvar sem þeir eru að horfa. Takk fyrir kvöldið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.